og velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Hæ, gaman að sjá ykkur. Í dag ætlum við að búa til Nutella jólatré. Vá, það svo gott á bragðið. Við þurfum bara að skella okkur í Hagkaup og kaupa í það. Til ég. Sjáumst þetta smástund. Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Í dag 9. desember og þau ætla að baka Nutella jólatré. Veitu hvað stödd? Við erum stödd hjá nýrri Hagkaupsverslun hérna í Smáralind. Já, og ótrúlega skemmtileg búð af því að við ætlum í dag að baka. Ég er svo til, já! Komið með okkur. Komið með. Ég veit þig. Hurðaskelli. Já. Þetta er svolítið þungt. Kemst ekki hraðar. Hurðaskelli, það er númer 4. Það er númer 4. Þannig að best að byrja á því að finna bökunardeildina þegar maður ætlar að baka. Hérna. Já. Þannig að við segjum bara kíló hveiti. Og kíló sykri. Og kíló margarín. Nei, veitu það þegar maður að baka piparkökur. Já. Kíló hveiti, kíló sykri. Ger kjarnardu. Ger komið. Og súkkulaði. Súkkulaði. Ég elska sko súkkulaði. Hvað er bara súkkulaði? Hvað ég á að vera mikið súkkulaði? Það er 1 súkkulaði í uppskriftinni. Já. Mér langaði bara í aðeins meira. Þá þurfum við bara egg og mjólk og olíu. Og olíu? Já. Bara eitthvað góða dísilolíu? Nei, Hurðaskellir, maður bakar ekki dísilolíu. Hvað er olíu þá? Bara svona matarolíu. Já, matarolíu. Það er bara hæ. Það er bara illt í rassinum á þessu. Er það illt í rassinum? Alveg svakalega. Passa að prumpa ekki á matinn. Matarolíu komið. Það held ég, við séum bara komið með allt. Erum við komið með allt? Eigum við þá að drífa okkur upp í helli og baka? Já! Þetta var áfram! Við bara heim í hellin og baka. Já, Skjóða, ég kannski þarf smá aðstoð að komast upp úr kerrinu. Skjóða. Skjóða. Skjóða mig. Hurðaskellir. 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 Ó nei, ég gleymdi honum í búðinni. Ég er að koma. Það var hjálpa mér. Ég gleymdi þig bara alveg. Ég fór að hjálpa mér upp og ég er alveg pikkfast. Ertu fastur? Já. Þú verður að hjálpa. Já. Já. Þetta er alveg að koma. Ég get ekki verið svona. Núna þurfum við bara heim að baka. Það er bara að gleyma mig. Bökunardóttir. Ég er ekki Hurðaskellir, ég ætla ekki að gleyma þér. Kannski hefur ég bara út að vera hérna í allan. Þá erum við komið með allt sem við þurfum. Já. Og það sem við þurfum eru 450 grömm af hveiti, Við þurfum 1/3 bolla af sykri, 1 bolla af volgri mjólk 30 grömm af svona pínu línu smjöri, og 2 teskeiðar af þurru geri, dass af salti. já, og dass af olíu. Herðu, og svo er ég með 2 eggjarauð. Já, Það er þetta bara allt komið. ég held það líka. Eigum við að byrja? Ég er svo til í að. Hvað setjum við fyrst? Fyrst setjum við allt sem er þurft. Hveiti, Herðu, það er sykur þá. já, og ger og salt. Hvað á til að næst? Næst hellum við volgri mjólkinni út í. Ok. Við ætlum líka að bæta við eggjarauðunum okkar Eggjarauð, ég er að hræra á hérna. og líka mjúka smjörinu. Komdu með mjúka smjörið. Þetta er alveg svolítið stíft hérna. Það er svo mjúkt. Ég er að ná smjörinu hérna inn í gerið svo hveitið festist ekki í saltinu. Já, Skjóða, hvað á að gera núna? Þetta er svo skrýmslaskring. Heyrðu, næst þá setjum við deigið á borðið. Á borðið. Setjum pínu hveiti undir. Já, og núna setjum við það á borðið og byrjum að vinna í því
í cirka 10 mínútur. 10 mínútur? Já, þess að klístrið fari úr því. Það á að gerast á sjálfu sér. En þetta er bara klístur klessa. Sjáðu bara hvað þetta er að verða allt annað. Já! Það er samt ennþá svolítið tími eftir. Hurðaskelli? Já. Ég var nú bara að bugast hérna á tímabili þegar þetta var allt klístrað og ég var orðin kósveitt og bara það leit út fyrir að þetta engan enda að taka. Ég hélt að þessi slímklessa yrði svona að eilífi. Já, en maður verður bara að halda áfram í 10 mínútur og þá verður þetta svona. Ekkert klístrað lengur. Hvað, þú voru á símtal? Nei. Afsakið truflunina. Jólasveinar.is. Það er hurðaskellir sem talar. Já. Ha? Gleymdið að panta jólasvein. Þá var þú nú að tala við rétt að kallið, sko. Hún gleymdi að panta jólasvein og ég ætla að fara að rædda þig. Já. Ég kom bara í einu grænum. Herðu, viltu hafa einhvern annan með? Já, Kertastíkir, hann liggur hérna í sófanum alveg, hann liggur eins og þvara. Já, Fjörusleikir. Já, hann líka. Já, liggur eins og, já, ég skil það, já. Ég, Kertastíkir og Fjörusleikir. Já, við komum allir. Allir, takk fyrir, bless. Herðu, við erum bara að hafa jólaball. Ég líka. Já, þú verður að klára þáttinn. En skemmtilega. Krakkar, ég verð því mér að fara núna. Við sjáumst aftur á morgun. Bless, bless. Sjáumst. Bless, hurðaskellir. Jæja, þá höldum við bara áfram. Núna þurfum við að taka skálinn okkar sem við vorum að blanda í og smyrja hana með olíu að innan. Bara svona smá olíu, að við ætlum að setja deigið ofan í hana og við erum að setja olíu til þess að deigið klístrist ekki við. Nú er komið smá olía, þá set ég deigið ofan í skálina, smyrða á ofan líka með olíu. Og set síðan svona matarfilmur yfir. Þegar ég er búin að því, þá ætlum ég að geyma það ekki á köldum stað, heldur bara venjulegum stað í 1 klukkutíma og leyfa deiginu að hefast. Jæja, krakkar, þá er deigið okkar búið að hefast í heilan klukkutíma. Og nú ætla ég að skipta því í 4 jafna parta. Set bara 3 hérna ofan í skálina aftur til þess að geyma þá í smá stund. Og ég ætla að byrja að vinna í einu. Svo ætla ég að fletja það út svona í þríhyrningi. Þetta er bara orðið mjög flott hjá mér. Þá tek ég það og setja á svona smjörpappír. Þegar við erum búin að gera eitt svona, þá þurfum við að taka krukku af Nutella og hita hana pínlítið til að gera það mýkra til að það sé auðveldara að smyrja því um. Ég ætla sko að fylla næstum því allan þríhyrninginn, en ég ætla ekki að fylla hérna niðri. Ég ætla að skilja eftir smá pláss hérna niðri sitt hvoru megin. Ég sulla reyndar aðeins hérna, en það er allt í lagi. En ég ætla að lita alla leiðina hérna niður með súkkulaðinu, hérna í miðjunni, en bara svona út til hliðina. Svo þetta lítur svona svolítið út eins og jólatré. Og þá er komið tími til að fletja út næsta deig eins og pönnukökur. Ég hugsa að hurðaskellir verður rosalega ánægður þegar hann kemur heim og það verður til svona heitt súkkulaði jólatrésbrauð. Svona, þetta er fínt. Þá ætla ég að taka plötuna mín aftur hérna sem ég var búin að setja súkkulaði á og ég ætla að leggja þennan þríhyrning ofan á hinn. Sjáðu. Hann var aðeins stærri og það er allt í lagi. Þá tek ég súkkulaðið mitt aftur og gerir nákvæmlega eins, en reyni að passa að það sé eins og súkkulaðið undir. Eins í laginu. Ég sé það alveg svona í gegn. Svona! Og nú þarf ég bara að gera hina 2 alveg eins. Þetta er 3. og síðasta lagið af Nutella. Ég legg síðasta deigið ofan á. Passa að fara yfir allt súkkulaðið. Ég sé ennþá súkkulaðið í gegn og þá ætla ég að taka hníf og skera eftir þríhyrningnum eftir súkkulaðinu. Afgangana ég sé hægt að nota með því að nota og búa til einhverja svona súkkulaðibollur eða baka þær bara svona til þess að maður sói ekki í neinum afgangi. En ég ætla að halda fram að skera. Ég ætla líka að skera eftir línunni minni hérna niðri.
Og eftir jólatrésfætinum, þá eru öll 4 lögin komin með 3 lögum af Nutella. En við erum ekki alveg búin enn. Nú tökum við hnífinn okkar og við gerum bara svona þykkjustu línu. Við ætlum ekki að skera neitt. Bara héðan og upp í hornið. Og héðan og upp í hornið. Og núna skerum við í hér, cirka 1,5 cm á milli, frá þykkjustu línun okkar og út að enda. Og höldum svoleiðis áfram koll á kolli, alla leiðina upp. Snúum því við og gerum alveg eins hinum megin. Svona. Núna ætlum við að taka bitana sem við vorum að skera og snúa þeim í 2 hringi. Það er reyndar ekki hægt að snúa þeim öllum í 2 hringi, því eftir að þeir verða minni, þá komast þeir bara í 1. Þetta fer alveg að verða tilbúið að fara inn í ofn, en ég þarf að gera 1 í viðbót. Hérna er ég með eggjahvíturnar frá því áður og ég er búin að bæta við örlítið mjólk og hræra það saman og núna ætla ég að pensla því yfir jólatréð. Nú fer það sko alveg að verða tilbúið að fara inn í ofn, en fyrst þurfum við að setja rakan, volgan klút yfir það og láta það bíða í 40 mínútur af því við ætlum að leyfa því að lyftast örlítið meira. Eftir það þá fer það inn í ofn í 15 mínútur. Þá er jólatréð búið að bakast í 15 mínútur og orðið svona ljós, brúnt og fallegt. Það er svo girnilegt. En ég ætla að skreyta það aðeins. Ég er búin að blanda sykri við vatn, þannig að sykurinn er svona uppleystur í vatninu. Og ég ætla að bera hann rétt svona á jólatréð, bara örlítið. Og svo er ég með sesamfræ, svona hvít sesamfræ sem ég ætla að dreifa hérna yfir sykurvatnið. Sesamfræin líta það út svona pínlítið eins og snjókorn sem hafa fallið á jólatréð. Og núna er það tilbúið. Sjáu þið bara hvað það er fallegt. Og girnilegt. Hvenær ætli hurðarskellin komi eiginlega tilbaka? Það er svo erfitt að bíða þegar maður er með svona girnilegan mat fyrir framan sig. Haldið að taki nokkuð eftir því að ég smakka það bara smá. Úps, það er svolítið skrítið að vanti hérna. Kannski best að ég taki bara af, svona sigtvorum megin. Og það fattar hann örugglega ekki neitt, sjáðu. Og þá get ég borðað þetta. Hvað þetta er gott. Jenny er ekki ennþá komin. Ykkur örugglega ekki eftir því að ég tek bara aðeins meira. Og þá verði ég líka að taka hinum megin. Í viðbót. Og hinum megin líka. Það lítur eiginlega ekki alveg eins út. Ég verð að taka þennan líka. Svolítið ójafnt hjá mér. Til þess að redda þessu, þetta er orðið svolítið skrítið jólatréð. Til þess að redda þessu þá er ég að hugsa að taka bara styrkinn hérna. Nú er þetta bara svona lítið jólatréð og ég get borðað allt þetta. Ef við sjáumst aftur á morgun, við hlakka ótrúlega til að sjá okkur. Kveðja, hurðarskemmtir og leiðindaskjóða. Sagði ég leiðindaskjóða? Nei, ég meina kveðja, hurðarskemmtir og leiðindaskjóða. Nei, ég meina kveðja, hurðarskemmtir og... Hurðarskemmtir er ekki eins og hérna, bíddu við. Þú ert að horfa á jóladagatal, hurðarskellir og skjóðu. Við sjáumst á morgun. Aumingja hurðarskellir. Það verður ekki mikið eftir þegar hann kemur heim á ballinu. Þetta er greinilega gríðarlega bragðgott jólatré. Við verðum öll að prófa að baka svona.
En þátturinn er búinn í dag. Við höldum áfram að föndra á morgun. Sjáumst þá.